Við ætlum að skoða það hvernig við gerum línurit í Excel. Hérna erum við komin með gögn sem sýna fjölda lifandi fæddra og dáinna á Íslandi frá árunum 2005 til 2019. Ég hveti ykkur eindregið til þess að pása myndbandið, stöðva það bara á meðan þið skrifið þessi gögn upp. En þegar þau eru komin, þá getum við fara að búa til línuritin sem við viljum. Línurit notum við einna helst þegar við erum að sýna þróun einhverja hluta yfir tíma. Það er svona helst þá sem þau eiga vel við. Og við gerum þetta semst þannig að við veljum hérna þessa tvo dálka, lifandi fæddir og dánir, frá bara B1 og niður í C16. Og svo fyrir við hérna í Insert og hérna fyrir miðjum skjá cirka í annarri línu er takki sem stendur á, eða sem er svona mynd af línuriti. Smellum á þetta, þá eru margir möguleikar hérna. Við getum látið þetta staplast, en við viljum helst bara hafa venjulega bara línu þar sem það getur, línur geta skorist og svoleiðis. Við passum það, við notum aldrei neina þrívíti í þetta, þannig að við ætlum ekki að fá þrívíta línu eða þrívíta svæði eða eitthvað svoleiðis, alls ekki. Bara venjulega svona tvívíta línu og við gætum svo sem valið það að hafa punkta, en það er ekki nauðsynlegt. Svona smekksatriði hvort á að vera, en við veljum bara venjulega tvívíta línu. Þá fáum við þessa hérna mynd og eins og venjulega þá þurfum við svolítið að pússa hana til þess að hún sé almennilega frambærileg. Þið sjáu það kemur hérna svona blá lína og hún er merkt sem lifandi fæddir hérna niðri. Svo er svona appelsínugul lína og hérna niðri eru dánir. Það sem okkur vantar er að merkja titilinn, setja kvarðana, merkja kvarðana og setja réttan kvarða hérna á X-ásinn. Ef við byrjum á X-ásnum, þá er það alltaf sama leið hjá okkur, búin að vera í hinum myndböndunum líka, að við förum hérna í Select Data þegar myndin er valin og hér er eitthvað sem heitir Horizontal eða Category Axis Labels. Í Macintosh er þetta löng svona lína sem nær þvert yfir alla valmyndina. Við smellum hérna á Edit og veljum hér, þurfum að fara hérna til hér, hérna veljum við öll ártölin hérna. Og þegar við erum búin að gera það, þá strax eru ártölin komin hérna niður. Gerum OK, OK og þá erum við komin með hérna ártölin hérna niður. Það gæti verið gott til þess að gera þetta aðeins læsilegra að annarkvæmt bara stækka myndina eða velja X-ásinn, fara hérna í Home og minnka aðeins letrið þannig að það komi betri bil á milli. Og sjáum við betri hvað er 2005, 2006 og svo framvegis. Við skulum fara hérna líka í titilinn hérna uppi og segja lifandi fæddir og dánir á Íslandi 2005 til 2019. Við viljum alltaf hafa lýsandi titil yfir hverju myndriti. Og síðan förum við aftur, búin að velja myndin okkar og förum á Chart Design, fleipan hérna uppi. Þá kemur þessi borði og þá förum við á Add Chart Element og nú ætlum við eins og við erum búin að gera hinum bæta við titlum fyrir bæði láréttan og lóðréttan ás. Hér ætlum við á láréttum ás að merkja þetta sem ár og á lóðréttum ás ætlum við að setja fjöldi. Þá erum við búin að merkja báða ásana, setja titil og setja réttan kvarða á X-ás og þá er þetta línurit hjá okkur tilbúið.